Herra Páll Kolbeinsson, formaður afreksnefndar, hvert þitt hlutverk sem formaður afreksnefndar? Það nú fyrst og fremst að framfylgja reglugerð KKÍ varðandi afreksnefnd, halda utan landsliðin, byggja þau upp, skipuleggja starf frá A til Ö og svona í stuttu máli. Það er ýmis verkefni. Það er búið að vera greinilega mikið hlýtt að þér væntanlega fyrir þessa ferð og allt sem að gerast. Já, ekki bara fyrir þessa ferð, afreksnefndin er náttúrulega búin að vinna mikið starf og svo stjórn KKÍ, bara undirbúa vorið, sumarið og auðvitað endapunkturinn þessi keppni í Berlín sem framundan. En unglingalandsliðin okkar hafa verið á ferðaflugi, bæði í Norðurlandamóti, Evrópukeppni og svo framvegis. Hvernig þetta búið að vera að undirbúa? Ef við tökum núna bara A-landslið og þessa ferð þeirra til Berlínar, hvernig þetta búið að vera fyrir ykkur? Ég held að við byrjum að æfa miðjan júlí og æfingarlega gengið mjög vel. Við fengum góða æfingarleiki móti Hollendingum heima sem er mjög mikilvægt og komum hingað til Íslands í mjög gott mót sem við getum pröfað ýmislegt og leyft leikmönnum að skoða leikmenn sem hafa fengið minni tíma til að mynda í Hollandi heima daginn og æft á milli. Þannig að þetta er gríðarlega bara gott umhverfi hér og gott að vera. Svona í undirbúningnum, eitthvað sem hefur komið þér óvart, eitthvað svona vandamál eða eitthvað sem þú getur sagt okkur frá? Nei, þetta hefur gengið allt mjög vel og þetta er náttúrulega núna, það er smá spenna í loftinu, menn eru að berjast stöðu í liðinu og maður finnur alveg fyrir því en Jón er náttúrulega ekki með í þessum leikjum, við erum fyrir að hvíla hann, það er búið að vera mikið álag á honum, það var mikið álag á honum síðasta vetur, æfði mikið og spilaði marga leiki, þannig að við tökum enga áhættu með hann er að koma í mjög gott form. Leikmenn eru svona hægt og rólega að koma sér í form, þetta er búið að taka sinn tíma, það voru mismunandi ásökumlega í vor en þetta er alltaf að koma. Og ekki veitir að koma sér í form, Palli, útskýra aðeins fyrir okkur, út í hvað eru að fara þarna í Berlín, hvað er að fara að gerast? Já, ég held að þeir sem fylgdist með þegar að dreifa í riðla, ég var nú í beinni útsendingu með hjá RÚV og ég var orðlaus í að minnsta kosti 30 sekúndur, ef ekki lengur. Við lendum í riðli með bestu liðum, 5 af topp 10-12 liðum í Evrópu og ekki bara í Evrópu, heldur í heiminum. Sýnist flest þessi lið vera á topp 20 listanum með bestu landslið í heiminum. Menn eru svona reiknað til að séu 30 NBA-leikmenn, annað fyrirverandi eða núverandi leikmenn sem taka þátt í þessu riðli. Við erum spilað 5 leiki á 6 dögum, gríðarlegt álag. Við teljum okkur geta unnið leiki, það þarf alltaf að ganga upp. Við hins vegar erum að mæta líka mjög stóru, sterku lið Spánverja sem við taka sinn toll, en þetta er svona, við erum að undirbúa núna þessa daga og hvernig við höldum utan álagið og hvernig við æfum, hvernig við hvílum okkur og svo framvegis. Þannig að það er verið að fara ofan í hvert einasta smáatriði. Álagið verður gríðarlegt? Það er engin spurning þó við séum með góðan hóp og stóran hóp 12 mann. Við erum alltaf mjög mikið fara með 12 leikmenn, við hefðum viljað fara með fleiri. Það er bara reglan sem er sett og það er öll liðin sem að sitja á saman borði því. En þetta verður gríðarlegt álag því við erum náttúrulega erum ekki með stórt lið á okkar mæli körfuboltamanna og við séum með hávaxna stráka inn á milli. Þannig að við erum að vinna með alls konar varnarútfæslur sem taka mikið toll og mikið kraft og þess vegna mun reyna mikið á menn og við ætlum líka að hleypa leikjunum upp í hraða sem hentar okkur vel og ég þarf ekki að segja fólki það er erfitt. Manst þú eftir einhverju slíku svona á þínu ferli í boltanum? Hvað svona sem kemst næst í? Ég vil nú helst ekki rifja það mikið upp vegna þess að ég fæ martraðir í hugsa það. Við tókum þátt í síðustu undankeppni sem haldin var fyrir Ólympíuleika. Í dag eru liðin, þurfa þau að ná ákveðnu sæti í Evrópukeppni og heimsmeistarkeppni til þess að fá sæti í Ólympíuleikum. Þarna var undankeppni og við spiluðum á Spáni 92 á móti sterkum þjóðum, einmitt svona 5 leiki á 6 dögum. En annars Króatíu sem var þá með annað besta lið í heimi, 5-6 NBA-leikmenn. Það var martröð og mínir félagir sem voru með mér
vilja örugglega ekki heldur hugsa mikið til þess. Það var mikið álag, en hins vegar er körfuboltinn alltaf breyst síðan við vorum að spila. Hann er hraðari, hann er líkamlegri, leikmennir að vísu eru náttúrulega í betra formi, betur undirbúnir og þetta er hann að það er kannski ekki að bera þetta saman, en ég man eftir þessu og við fórum í nokkra svona keppnir sem voru spilaðar í svona riðlum, það er að segja á skömmum tíma og þetta er álag og reynir mikið á. En þessi strákar eru náttúrulega miklu betra líkamlegu formi, eru flestir af þeim atvinnumenn og eru vanir miklu álagi en ég held að þetta sé eitthvað sem að enginn gerði ráð fyrir auðvitað að lenda í þessu riðli og þetta mun reyna á mannskapinn. Við spólum núna aðeins áfram, aðeins inn í framtíðina, eftir Berlín, eftir Jón Arnór og hvað sérðu fyrir þér þar? Ertu eitthvað að byrja að pæla í því? Já, ég held að nákvæmlega eins og við vinnum í mitt félagslið þegar við komnir nálgast úrslitakeppni þá byrjar að velta fyrir því næsta tímabili og sama erum við að gera í afreiðsnefndinni, við erum að velta fyrir okkur hvað gerist eftir Berlín vegna þess að við lítum ekki á Berlín sem einhverja endastöð heldur en að byrjunum á einhverju stóru og ef við skoðum bara 18 landslið okkar sem lítur mjög vel út, hávaxið og efnilegt og fleiri leikmenn líka sem þessi yngri leikmenn sem eru að koma upp núna hérna sem eru hjá okkur í dag og einhverjum sem komast ekki eins og Elvar og Kristoffer og svo framvegis þannig að ég vil meina það að framtíð sé mjög björt, það verða ákveðin kynslóðaskipti. Ég ætla ekki að fara að segja til hversu hratt það verður, hvað hratt mun gerast en það er ljóst að það mun gerast á næstu misserum, svo ég verði svolítið pólitískur, tala um misseri og við sjáum, við erum mjög bjartsýn, ég var þungt hugsi yfir þessu en í dag er ég mjög bjartsýn og ég held að það verður bara skemmtilegt verkefni fyrir afreiðsnefndina að takast á við það.